Já, góða kvöldi, góða gestir og verið velkomin á uppistaðarsýninguna Gott málefni. En í kvöld ætla ég nú ekki að vera að tala mikið. Ég ætla bara að fá að bjóðast við Hallgrím Daðason, málara, helsta podcaststjórnanda landsins og bara meistara yfir höfuð. Velkomin! Já, góða kvöldi, gott að sjá ykkur öll og svona og það er alltaf gaman að sjá hvað fólk getur tilbúið í það að koma og safna fyrir svona gott málefni og ég lét svona fyrir ykkur fyrst ef þið er peningi í þetta búa til smá svona myndbót af því sem það styrkja og svona hversu þú veist bara svona vonaði fóði gott í hjartað það er þannig að þetta góð núna. Já, þetta er sem sagt hérna sjáu þið, svona hvað, ég persónulega fæ bara titringi hjartaði liggur við. En já, ég er búinn að plana þetta í smá tíma og er búinn að vera spenntur fyrir þessu og ég væri mitt að ræða við persónulega stílistan minn fyrir smá tíma. Já, persónulega stílistan minn, ég var að tala við stórabróður minn fyrir smá tíma og ég var búinn að velja þessa skyrtu. Og hann sagði mér að ég leita átti út svo bílasali í henni og ég ákvað svona aðeins að láta einn á þetta og bjóði mér til svona fínu auglýsingu hérna, hann leitaði bílasölun og þannig að þetta er ekki alveg símanúmer svo ég viti og já, og já, mér finnst þetta mér finnst þetta fínasta koncept sko, ég sé alveg fyrir mér að ég væri farin að vinna á Höfða eftir einhver svona 5-10 ára eitthvað svona, heyrðu, sko þessi Toyota Corolla hérna, hún er farið að lifa af heimsenda sko og hefur prófað að setjast inn í hann, veist, ég hef sest inn í svona Toyota Corolla og þetta er eins og að sitjast á gólfinu bara sko, veist, það liggur við að maður fær brunasár á raskatið eða keyri í þessu dæmi. Líka, já, veist, ég er komin svona, í mínum huga, þá er ég komin svona hálfa leið frá bílasala yfir í einhvern svona dýravörð á einhverjum næturklúbb einhvers staðar. Veist, ég get alveg verið farinn að skoða við bílprófið þegar einhverjum minn inni bara svona, já, hvaða stjörnumerki ert þú í? Ég hugsa að ég væri fínn í einhverjum þannig gigi. Já, en ég aðeins að segja frá sjálfum mér. Ég lenti fyrir smá áfalli nýlega. Ég var sem sagt orðinn 18 ára gamall fyrir ekki svo löngu síðan og það af leiðandi fullorðinn maður. Og mér leist alls ekkert á það því að ég var að spá í þess bara hvort það var ekki hægt að útskrifa mig sem geðveikan eða eitthvað, þú veist, þetta var ekki fyrir mig, allavega. Og ég var farin að hugsa, þú veist, ég var komin í svo mikið kast yfir þessu, ég var svo stressað, þú veist, ég var farin að skoða fasteignir samtíðis, ég ætla ekki að draga startuð úr, sko. Og ég var komin í það mikla maníu að stuttu eftir það, bara lá ég andvakað nóttina og fann að skoða líkkistur. Og þetta er svona, já, það er áhugavert svona það sem gerist á þessum tíma. Ég til dæmis fór svona að horfa tilbaka og fann að skoða svona, fann að horfa á alla þessa gömlu góðu barnaþætti sem maður horfði á í gamla daga, eins og til dæmis Stömbarnið, þú veist, ég meina Stömbarnið, þetta eru svona litlar, bláar, svona göldóttar verur og hvað búa þær? Já, þær búa sjálfsögðu í sveppum. Það hefur ekki verið einn edrú maður viðstaddur þegar það var verið að búa til þessa þætti. Þetta er, þú veist, ég veit ekki hvaða sýrutypp var í gangi á þessum tíma og ég fyrir svona að hugsa, þú veist, ætli að Laddi hafi verið skakkur þegar hann talsetja alla Stömbana, svo það sé sagt. Þú veist, það komið í fréttatíma RÚV einhver tíman svona, já, Eiríkur Fjalar var tekinn með 10 kíló af kókaíni við landamæri Íslands. Það var rosaleg fyrirsögn á DFF. En það já, ég ætla að gefa smá könnun ef við með mikið að veta fólki inninni. Ok, ég heyri að þetta er hópur á mínu skapi því ég hata íslenska veturinn meira en eitt annað. Og þetta er farið í gangi eitthvað, maður þarf að fara að bastlast við það núna að skafa bílnum sínum í svona fyrsta korteri á hverjum degi og maður liggur við að fingurna á manni séu dottnir af og bylgjan er komin í gírinn og svona og þetta náttúrulega allt svona byrjar náttúrulega miklu fyrr hjá mér því að fyrir sem veit ekki þá er mamma mín prestur, ég er prestsonur og já ég veit vel að þið vitið það sko en það er en já sko þú veist þetta er mamma mín sko hún er náttúrulega atvinnu jólabarn það er náttúrulega svona lýsingin af presti í mínum huga
Þannig að þetta byrja allt miklu fyrir það, það jólalögin er alltaf komin í gang, bara svona í byrjun september eitthvað og svona og allir sáttir Love Actually vanlega komin í spilaðan svona, í kringum október og þannig að, og já, út frá þessu þá hef ég alltaf svona neyðst til þess að vera svona óþolandi frændi manns á Facebook, sem byrja bara að blasta snjókott falla bara, það fyrsta eftir verslunarmannahelgi, sko. Og þannig að, já, en þá er maður að hugsa svona, já, þetta nú ekki svo mikið vesen, þetta jólin klárast nú bara í byrjun janúar. Það eftir jólin klárast þá. Snjóðinn fer ekki fyrir inn í svona mæ-júni eða eitthvað. Og þetta og það svona, já, mæ-júni, ég hef það til hátíðin á Íslandi sem heitir sumardagurinn 1. Ætli hann sé einhvern tímann þá? Nei, 23. apríl. Það þá slitta og rok alls staðar, sko, þetta bara, þetta svo langt einhver veginn að þetta sé á þessum tíma. Þetta við einhver svona bandaði hjá einhverjum víkingum sem fór svona aðeins svo langt. Og þá fyrir ég að hugsa, þetta er svo skrítið konsept einhvern veginn, ég meina, það á þessi sumardagurinn 1. í þessu veðri er eins og ef ég var í talmennafræðingur, þetta fyrir mér að vera talmennafræðingur væri alveg rosalega þungt, það held ég bara eins og fyrir meðalmanneskjuna að byrja að vinna í PR-teiminu hjá Clubbed, það er svona og þannig að, já, ég er svona að sjá fyrir mig, ef ég reyna að markaðsetja mig sem talmennafræðingur, já, Hallgrímur Daðason, talmennafræðingur, get hjálpað með allt, nema eitt. Það svo fyndi mig okkur Íslendingarna, sko, hvað við höfum hrókað fullust með tungumálið og svona, ég sé eitthvað þessu sjálfur, við hlæjum að, einhvern túristum svona, já, hvað, það er ekki nema 0,0, já, ekki nema 0,005% af öllum skilja þetta tungumál, hvernig skiljið þið þetta ekki? Það er svo mikið hróki í þessu, sko, ég meina, ég hlæja þeim að þegar, náttúrulega Hallgrímur, ég er þetta einn af svona 5 Hallgrímum sem eru fæddir eftir aldamót, sko, þetta er mjög gamalt og mjög íslenskt nafn. Og þá fer ég svona aðeins að hugsa, ég hlæja þeim að því að útlendingar kunna vanlega ekki að segja nafnið mitt. En síðan fatta ég daginn, það er náttúrulega ekki von fyrir að þeir skilja ekki nafnið, að þeir kunni ekki að segja nafnið mitt, ef að ég er að kenna þeim, þú veist Við ætlum að hendi í þannig örsnögt hlé af því að við erum mjög ölsöluna hérna frammi og það er mitt líka styrkja gott málefni, það fer líka í útskriftarferðina. Já, við sjáumst eftir svona 10. Ég er ekki að djóka. Ég held að það sé komið tími til þess að við höldum bara áfram með prógramið hérna hjá okkur. Nú á ég ekki líf og þannig að eyði þess vegna smá tíma meiri tíma á samfélagsmiðlum en ég kæmi og ég hef gaman að þessum samfélagsmiðlum aðlega út af því hvað er komið mikið af Facebook-hópum bara fyrir alla hluti, sama hversu fáanlegt þetta er. Til dæmis eins og eitt sem ég sá fyrir svona 2 vikum eða eitthvað. Vinir grænu jólatertunar. Þetta er heilt við mögum láta þeim prát, sko. Já, en við þannig að þetta er heilt hópuð fyrir bara eina típu af jólatertu. Og ég meina, ég sjálfsögur gekk í hann, þetta er besta jólatertan, það er bara, ég til í vökaður eftir sýningu ef þið hafið áhuga á því. En það er þannig að, og sér var eitt sem ég sá árið sem ég fannst vera alveg geggjaður, alveg út af nafninu, sko. Og nafnið er bara, mér fannst það gjörsamlega fráðulegt fyrst þegar ég sá þetta. Daily updates about the Roman Empire. Þetta eru daglega fréttir, þú veist hvað er verið að setja þannig, þú veist einhver svona admin hann að setja inn og svona já, ætlum aðeins að taka stöðuna á rómverska heimsveldinu í dag, já það er
Það ennþá dáið, við skulum taka stöðuna á svo morgun, sjá hvað gerist. Og svona fyndið að sjá svona hvað ætli að komið, ætli að komið kannski svona innslag með einhverjum nokkra vikna fresti, svona já, endilega hefur ykkur í næstu viku, við erum að fara að taka viðtal við Napoleon Bonaparte. Búin að gafa hann upp svona, búin að stilla hann upp svona, jæja Napoleon, hvernig hefur það? Hann eitthvað þögull kallinn. En það já, líka mitt uppáhalds með þessa samfélagsmiðla, það er eins og hlusta á mann. Þetta er bara hálf creepy einhvern veginn, þetta er eins og að hafa einhvern eldihelli bara. Eins og, þetta er bara allt komið upp að maður hugsi það, sko. Og ég er bara svona, hversu langt á þetta að ganga? Ef allir sköllóttir menn landsins að fara að fá eitthvað að posta frá Íslandi er bara svona, já, hvernig hljóma ferðalag til Tyrklands í sumar? Svona, hversu langt á þetta að ganga? Og það, nú hef ég mjög gaman á tónlist og svona sérstaklega íslenskri tónlist. Aðalega út af textunum, af því að textarnir í þessum lögum geta orðið svo bara gjörsamlega fáanlegir, það er svo dásamlegt að hlusta á það. Eins og til dæmis svona eitt af mínum helstu dæmum er danska lagið með Bítlavinafélaginu. Danska lagið, það fjallar mann svona sem verður svona skotinn að einhverju stelpu sem hann þekkir og hann var ekki skotinn í henni af því hún er svo ljúf og vindæl eða falleg eitthvað þannig, nei. Hann verður skotinn í af því hún er svo góð í dönsku. Og það ég að sjá fyrir mig þennan mann, kannski við mættu svona til Köpenni eitthvað sem komið með túborgrun í hendina eða eitthvað og bara svona sáttu með lífið. Þeir sem að hlusta á allir í kringum sig og fattar allir að tala dönsku í kringum hann. Er hann þá komin hérna bara svona, já, heiðu, hvað, eitthvað ekki heitt eða, Og líka, þetta er svona, þetta er líka orðið svona nálægt með, til dæmis pabbi minn mamma mín kann reiðbænandi dönsku, sko. Og ég veit ekki hvort ég var að þora að spyrja pappa minn eitthvað út í það, hvort að ég bara vek eitthvað í honum. Var dönsku kunnátta, fyrir svona 40 árum, það sem að jawline í dag, þetta. Síðan eitt annað lag sem ég finnst gjörsamlega fáanlegt, en ég elska það náttúrulega út af því mitt. Það er verkt ekki að plata mig með HLH-flokknum. Af því að það, söguþráðurinn í því er alveg geggjaður, því að ég hef aldrei heyrt neinn mann sem kemur því æstur inn í eina viðreynslu eins og aðalkarakterinn í því lagi. Og ég lét búa til smá spurningalista. Þetta er fyrir þetta er svona meira kannski með á alla strákana inninni. Já, það er hvað myndir þú gera? Setja ykkur í þau spór, þau stegu á djamminu, og þið sjáu einhverja og verðið alveg svona, þið alveg til í hana, vitið hvað þið að gera. Og þá kemur maður balkostinir. Ætlaðu svona, fara upp að henni, tala við hana, fá svona, númerið eitthvað þannig. B, ætlaðu að senda inn liðsauka, eða wingmanna eins og það er kallað, fá einhvern svona til þess að selja þig fyrir henni. Og bara svo að ég sagt, ég held að það sé mjög gott að hafa einmitt svona bílasölu típu í því, ég kem fram gegn vægugjaldi, svo það sé sagt. Eitt pupputilboð ætti alveg að duga, en það er eða C. Halla Daða specialinn, það er sem sagt að horfa á gólfið og fyrir svona skoða veðurvarpið og svona en að dunda sér eitthvað. Þetta finnst mér þægilegt, mér finnst oft mjög gott svona að fæna á veðurvarpið og skoða veðrið í Grænlandi. Ég var með heilt prógram á hann að tala hvað ég þoli ekki íslenskt veður mikið. Mér finnst oft gott svona að skoða veðrið í Grænlandi og svona hugsa svona, já, veistu það, sama hversu ógeðslegt þetta verður, það gæti verið verra. Og það er svona, við náum allan að hafa pípulagningakeðju hérna, Eða að lokum D, gerið svo okkar maður, kom upp að henni, ekkert hæ eða neitt bara, komdu með, ég bið þig. Þið farið bara vaði beint inn í ögurvæntinguna, bara ekkert með það. Og já, þú veist, hvernig er það? Ef við með mikið að D-um hérna inni eða, getið þið fengið rétt upp hönd sem myndu farið þetta?
Það láta upp hát eins og ég hef oft sagt. Nú hef ég svona ákveðið mikið af dellum og eina af minn svona helstu áhugamálum, eða helst áhugamáli. Eina áhugamáli mitt sem sagt fótbolti. Og það og ég mikið að horfa, mér finnst gaman að horfa á fótboltann og svona og ég held með Manchester United í enska boltanum. Góðu salvu fyrir ég, en það og ég út af því að Man United sem sagt það lið sem ég horfði sem oftast á og hálfleikirnir orðnir svona uppáhaldið mitt við fótboltann því að þá þarf ég ekki að horfa á að spila og líka út af auglýsingunum því að auglýsingarnar á Íslandi geta alveg orðið jafn fáanlega og tónlistinn á og til sko. Eins og til dæmis, ég var að sjá daginn auglýsingu sem ég fannst alveg mögnuð. Það var sem sagt, það var verið að auglýsa afslátt á einni tiltekni vöru. Og það svona að hugsa, hvað ætli þetta hafi verið að auglýsa afslátt á, var þetta eitthvað raftæki, var þetta handklæði, var þetta hlutabréf í Play eða eitthvað svona, hvað ætli þetta hafi verið? Nei, það var verið að auglýsa afslátt af legsteinum. Og ég var svona að spáði, hvernig ætli að pitchfundurinn fyrir þetta hefði verið, var einhver maður á auglýsingastofu, tala við, ég veit ekki, kaupningadeildin á Landspítalanum eða eitthvað, að tala bara svona, já, sko, fólk er alltaf að fermast svona, í kringum páskana og fólk finnst alltaf gott að láta, að gifta sig svona í júlí, ágúst eða heitt úti og fólk finnst líka mjög gaman að deyja svona í janúar, febrúar, eitthvað gerast í þessum mánuðum. Gott að finna eitthvað svona, þetta og það spáði, afsláttur af legsteinum, hversu langt á það að ganga, ég meina, hversu stór getur þessi afsláttur verið? Ef það stóð afsláttur, það bara eitthvað fjölskyldufundur, einhvers staðar bara, ég veit ekki, Gafahoy, bara vöfflukaffi og svona og einhver fyrir að tala elsku amma mín, við erum að spara alveg ótrúlega mikið á jafnvel lengra þá, þetta ekki meira en þetta, ég ætla bara að þakka ykkur öllum fyrir að koma og styrkja svona gott málefni, takk fyrir mig! Fyrir mig í faðan núna.